Þið hljótið öll að hafa tekið eftir því undanfarna mánuði að það mikið talað falsfréttir. Og það ekki víst að allir gera sig grein fyrir því að þetta fyrirbæri auðvelt að finna hér á landi eins og annars staðar. En þetta gerist yfirleitt á allt öðru vettfangi heldur en fólk grunar. Og þegar að ég tilkynni hér að yfirskriftin á hugleggingum mín í dag séu falsfréttir í kristnum söfnuðum, þá hlýtur margan einstaklingin að reka í rogastans, eins og sagt er. Því að við tilbiðjum þann sem segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Sannleikurinn. Allt sem hann kenndi og boðaði satt. Og kristið fólk verður að viðurkenna hann með sannleiksboðskap, en staðreyndin sú að það eru skelfilegar mótsagnir að finna í mörgum kristnum söfnuðum eða trúarsamfélögum. Við skulum skoða þetta nánar og við skulum bara fletta upp í orði Guðs og við munum sjá að Biblían trúarbók kristinna manna. Karlar og konur sem hafa meðtekið Jesú Krist sem drottinn sinn og frelsara taka mark á yfirlýsingum hans. Hans sagðist vera sannleikurinn, varðandi sköpun jarðar og uppruna lífs á jörðu. Nú ykkur farið að gruna hvar falsfrétt að finna á meðal kristinna manna, meira segja hér á Íslandi. Ég ætla að rifja upp annan texta hérna sem vel kunnugur okkur hér í Boðunarkirkjunni, það sem segir í 2. Mósebók og 20. kafla og minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttur þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnur þínar, eða nokkur útlendingur sem hjá þér innan borgarhliða þinna. Hvers vegna? Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist 7. daginn, fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Hér Jesús að tala, skapari sjálfur, og hann minnir okkur á að hafa í heiðri laugardag vikunar, það að segja 7. dag vikunar, laugardaginn, helgan sem hvíldardag. En hvað boðað í kristnum söfnuðum? Það búið að taka upp sóldýrkenda dag sem hvíldardag drottins og drottinn bannaði á meðal kristinna, meðal allra manna, nokkra dýrkun eða tilbeiðslu á sér sem hafði með sóldýrkun að gera. Einmitt þann dag sólarinnar, hafa kristnir víðast hvar heiminn tekið upp sem hvíldardag drottins. En drottinn hafði allt annan dag í huga og fólk lætur afvega leiðast vegna þess að það gæti þess ekki að lesa í orði Guðs. Hvað segir drottinn annars þetta? Þar með, eftir að við lesið þetta 4. boðorð hvíldardag drottins, þar með þróunarkenningin falsfrétt. Samkvæmt henni varð heimurinn til að sjálfu sér fyrir billjónum ára. En Guð segist hafa skapað okkar veröld, jörðina, og allt líf á henni á 6 dögum. Hver segir okkur satt í þessu efni? Guð eða þróunarsinnar? Hugsiði málið vel. Jesús hamraði á þessu frammi fyrir leiðtogum gyðinga. Gyðingar voru þjóð Guðs, útvalið fólk á jörðinni til að viðfræja dáðir hans sem skapaði, hans sem frelsarinn, og hvatti sitt fólk til að boða öllum jarðarbúum sannleikan uppruna lífs á jörðinni, uppruna okkar, syndafallið og sáluhjálp þá sem Guð hefur í bígerð fyrir okkur öll.
Við skulum halda áfram. Í 5. kafla Jóhannesar Guðspjalls þá segir frá versi 38 það er Jesús sem að tala við leiðtoga gyðinga. Orð hans, það er að segja, orð Guðs, býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakið reikningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Sjáu þið? Skaparinn er þarna að tala við skapaða verur sem hann hafði skapað. Og þetta fólk, sagði hann, það vill bara ekki koma til mín. En fólkinu sjálfu var vorkunn, segi ég, vegna þess að andlegi leiðtogar kenndu fólkinu þessa vitleysu. Á mörgum sviðum sem að tíðkast í dag í kristnum söfnuðum. Svo segir í Mattheus í 28. kafla, loka orðin áður en að steig upp til himins, var þarna kringdur af lærisveinum sínum. Hann gekk til þeirra að tala við þá og sagði, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Hann hafði vald, takið eftir, og kraft til að skapa mannkynið. Og hann hefur vald og kraft til að skapa nýja jörð og gefa okkur nýja líkama í upprisunni. Og þetta er það sem við vonumst til að öðlast. Takið eftir öllu jarðaförum, boðskap með jarðafarar athafnir. Það var alltaf boðað að við munum lifa að eilífu. Hver kemur því til leiðar? Skaparinn. Hann er lífgjafinn. Og það er útilokað fyrir kristið fólk að hafna sköpunarsögu Biblíunnar og telja sig vera kristið fólk. Þeir eru þá ekki kristið. Því að til þess að vera virkilega kristið fólk verður maður að taka mark á Jesú Kristi og lifa í samræmi við hans vilja og hann sagði, ég skapaði, en ég ætla að endurskapa ykkur og gefa ykkur nýtt líf, nýja líkama, það sem verður engin þjáning eða veikind eða dauði í himnaríki, í Guðsríki alla eilífð. Þangað fer ég til að búa ykkur stað og við lesum það hérna rétt strax. Það er hérna í 14. kafla hjá Jóhannesi. Þá segir Jesús við Tómas, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Sjáu þið? Kristur, frelsarinn okkar, leggur ríka áherslu á að við tökum mark á honum. Annars komumst við ekki til himins. Og svo förum við yfir í kafla 43 hjá Jesaja. Þar segir hann, en nú segir drottins svo, sá skóp þig, Jakob sætt, og myndaði þig, Ísrael, óttast þú eigi því að ég frelsa þig. Sjáu þið, hann tengir sig sem skapara við sig sem frelsara. Þú getur ekki hafnað öðrum og meðtekið hinn. Þú verður að meðtaka báða, það er að segja skaparan og frelsaran, því að hann, Jesús, er eitt og því sama. Svo segir áfram, því að ég drottin er Guð þinn, hinn heilagi Ísrael frelsari þinn. Og í 11. versi segir, ég er drottin og engin frelsari til nema ég. Það var ég sem boðaði og hjálpaði og kunngjörði, en engin annar yðar á meðal og þér eru vottar mínir, segir drottin. Ég er Guð. Hugsið ykkur, Jesús sagðist vera Guð. Og við höldum áfram að það er sem sagt augljóst af yfirlýsingum sjálfs frelsarans okkar að þróunarkenningin er falsfrétt. Því að hvorttveggja getur ekki verið rétt. Að hann hafi skapað okkur og þessa jörð og gefið okkur líf og gerði þetta allt á 6 dögum og trúa líka þróunarkenningunum að lífið hafi kviknað hér á jörð á sjálfu sér. Við skoðum aðra falsfrétt sem algengi er á meðal þeirra sem telja sig vera fylgjendur Jesú Krists. Þið tilbúið fyrir það? Við skulum skoða það, þetta er allt saman mjög nátengt. Í 2. Mósebók, kafla 31, nú er ég ekki að vitna í boðorðið 10, þetta er eitthvað annað sem hefur með 4. boðorðið að gera. Þar segir í 16. versi og áfram, fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins, svo að þeir haldi hvíldardaginn heilaga frá kyni til kyns sem ævilega sáttmála.
Ævilega skal hann vera teikn milli mín og Ísraels manna, því að á 6 dögum gjörðu Drottinn himinn og jörð, en 7. daginn hvíldist hann og endurnærðist. Þegar Drottinn hafði lokið viðræðunum við Móse á Sínaífjalli, fékk hann honum 2 sáttmálstöflur, steintöflur, ritaðar með fingri Guðs. Og ég fer bara hérna yfir meira efni í stuttumáli. 2 sinnum þurfti Móse að fara með steintöflur på Sínaífjall. Hann braut þær fyrri þannig að þegar hann kom niður á fjallinu eftir 40 daga dvöl á fjallinu með Guði og sá alla Ísraelsmenn svo að segja að tilbiðja gullkálf. Og hann var reiður og alveg miður sín að fólki skyldi bregðast skapara sínum. Og fannir að tilbiðja það sem skapað. Og svo segir hann ævinlega, alltaf, það það sem það þýðir, á hvíldardagurinn að vera tákn milli mín og Íslandsmanna. Og svo endurtekur Drottinn einu sinni enn, þetta margendurtekið í Biblíunni, að á 6 dögum gjörði Drottinn himinn og jörð, en 7. daginn hvíldist hann og endurnærðist. Þegar Drottinn hafði lokið viðræðunum við Móse á Sínaífjalli, fékk hann honum 2 sáttmálstöflur, steintöflur, ritaðar með fingri Guðs. Ég undirstrikaði þetta þarna með fingri Guðs vegna þess að þetta er það eina í allri Biblíunni sem Drottinn skrifaði sjálfur með eigin hendi. Allt annað fól hann þjóni sínum, spámönnum og lærisveinum að skrifa. Og þó að þyrfti að endurtaka þetta, þá skrifaði hann það sjálfur. Og þetta á steintöflur. En samt sem áður, þá gerist það að kristið fólk allan heim á það til í miklu fjölmenni að tilbiðja tilbeðsludag sóldýrkenda frekar en þann táknræna dag sköpun og upphaf lífs á jörðu. Laugardaginn, 7. dag vikunnar, og hann er táknið almætti Guðs. Við höldum áfram, vinir. Í Åpenbarunarbókinni í 22. kafla, þetta er síðasti kafli Biblíunnar. 18. versi segir, ég votta fyrir hverju þeim manni sem heyri spádómsorð þessara bókar. Að leggja nokkru við þau, mun Guð á að leggja þær plágur sem er ritað í þessari bók. Takið eftir, hvað það er hættulegt fyrir fólk að fikta við orð Guðs. Að afskrifa eitthvað eins og til dæmis sköpunarsöguna. Og svo í 19. versi segir, og taki nokkur burt, nokkuð á orðum spádómsbókar þessarar, þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og borginni helgu. Sjáum við því? Sem er ritað í þessari bók, sá sem þetta vottar segir, nú fáum við að vita hver það er sem segir þetta, sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt, amen, kom þú Drottinn Jesús. Það er Jesús sem er aðalsöguhetja Åpenbarunarbókarinnar og reyndar allrar Biblíunnar. Það gerðist árið 321 eftir Krist, eftir jarðvistadaga Krists, hér á jörðu. Þá skipaði Konstantínus keisari Rómaveldis að framvegis bæri öllu þegnum hans að hafa í heiðurstað sólarinnar, sunnudaginn, sem helgidag, það er að segja hvíldardag, í stað hvíldardags Drottins sem er laugardagurinn. Þarna var bara mannlegt vald sem greip inn í. Og allar tók síðan og reynda voru þeir byrjaðar á því löngu á undan þessu. Ég er að tala preðláta kaþólsku kirkjunar að boða að þeim er heimilt að breyta orði Guðs. Það gerðist á kirkjuþingi kaþólsku kirkjunar í Trent árið 1562 að erkibiskupinn af Reggio gaf eftirfarandi yfirlýsingu út og ég vitna hér orðrétt. Vald kirkjunar getur þess vegna ekki verið bundið valdi ritninganna vegna þess að kirkjan breytti hvíldardeginum í sunnudaginn en ekki tilskipun Krists heldur með eigin valdi. Þannig höfum við það svart á hvítu, mannlegt vald
sem fyrirskipar sóldýrkun, eins og ef það væri kristin tilbeiðsla, en er ekki. Svo minni ég oft fólk á að í Daníelsbók í 7. kafla og 25. versi, þá sagði hann fyrir þessa breytingu sem átti sér stað mörgum öldum, reyndar á það að vera síðar, þessi breyting. Hann, það er tilvitnun hér, hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúga hina heilegu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum, og tilvitnun enda. Sjáu þið? Guð lét Daníel spámann sinn segja fyrirfram, mörgum öldum áður Jesús fæddist inn í þennan heim til að koma hingað sem okkar frelsari, að hann ætti að skrifa það í eina ritninguna, Daníels bók, að það mun koma fram vald, nema núna er það trúalegt vald. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúga hina heilegu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Það var Rómavaldið, Rómarkirkjan, sem ofsótti kristna menn í gegnum aldirnar og margar milljónir létu lífi fyrir trú sína, brendur á báli eða teknur á líf og einn hátt eða annan. Allt fyrir það að vilja fara eftir skýru orði Guðs. Þetta á eftir að verða mjög alvarlegt aftur áður yfir líkur, samkvæmt spádómum Biblíunnar. Ég er nú ekkert að fara yfir það í dag, en minni á að það er eins og við séum með meitil og hamar í hendi að meitla út megnið af fjórða boðorðinu. Og reyndar meira, ég er ekkert að tíunda það hér í dag, nema annað boðorðið, samkvæmt sama trúalegu valdi, hefur gjörsamlega verið tekið í burt, varðandi tilbeiðslu á skurðgoðum. Förum yfir í Jóhannes í 15. kafla, 14. kafla, og þar í 15. versi segir Jesús: Ef þér elski mig, muni þér halda boðorð mín. Getur það verið skýrara, vinir? Ef þú virkilega elskar mig, sýndu það þá með því að halda boðorð mín. Þetta er það sem hann er að segja. Og ég heyri mikið talað það á meðal trúara í ýmsum trúarsamfélögum. Aðalatriðið er bara að elska. Og ég tek undir það. En slík elska sýnir það, eða hefur það í för með sér, að hafa í heiðri boðskap Jesú Krists. Alveg sérstaklega varðandi boðorðin, en legg áherslu á það leið eins og ég alltaf geri. Þú frelsast ekki fyrir dugnað þinn í því að halda boðorðin. Þau eru eins og spegill til að sýna þér hversu syndugur eða syndug þú ert. Síðan er það aðeins blóð Jesú Krists úthellt á Golgata fyrir okkar syndir, sem við eigum möguleika á þegar við meðtökum hans fórn fyrir okkar syndir, að við eigum möguleika á eilífu lífi, því að hjálpræðið er gjöf Guðs til okkar. Þú getur ekkert gert annað en að þiggja, taka á móti og segja takk fyrir Drottinn. Hann segir svo í 15. kafla, og nú er það 14. vers, takið eftir hvernig þetta er auðvelt að muna, þess stöfunum er alveg, eða tölunum er alveg víxlað. Þar segir hann: Þér eru vinir mínir ef þau gjöru það sem ég býð yður. Viljum við vera vini Jesú Krists? Hvernig væri þá að byrja að æfa sig að hafa í heiðri boðorð hans? Tökum hérna smá samantekt. Í fyrsta lagi, þróunarkenningin er falsfrétt. Í öðru lagi, að kenning kaþólsku kirkjunnar þess efnis að sunnudagur sé hinn tilskipaði hvíldardagur Guðs er líka falsfrétt. Breyting kaþólsku kirkjunnar á boðorðinu 10 er líka falsfrétt. Og þessa falsfrétt hafa flestar kristnar kirkjur tekið upp og kennt fólkinu sínu. Og svo andatrú og miðilsfundir eru líka falsfréttir. Skulum skoða það aðeins betur. Í 5. Mósebók og 18. kafla, frá 9. versi, er Guð að gefa fyrirmæli til Ísraelsmanna.
Þegar þú kemur inn í landi sem Drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirðingar þessara þjóða og takið nú eftir hvað hann kallar svívirðingar. Guð sjálfur, þetta ekki mín orð, þetta skráð í Biblíuna, það sem hann kallar svívirðingar, frá 10. versi. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sáu láti son sinn eða dóttur ganga gegnum eldinn. Þetta tíðkað víða eða hefur verið gert. Eða sáu farið með galdur eða spár, fjöldting eða töframaður, eða gjörningamaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður. Því að hver sá slíkt gjörir drottni andstyggilegur. Þú skalt vera grandvar og gagvar drottni Guði þínum átt að vera grandvar. Ekki hvað menn segja. Svo höldum við áfram til Efesusbréfs í Nýja testamentinu. Því að það er verið að vara þarna við andatrú og miðilsfundum. Sjáu hvað Páll postuli hefur að segja. Í 6. kaflanum, það frá 10. versi, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að barátta sem við eigum í ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunnar í himigeimnum. Takið því alvæpni Guðs, sem að sjálfsögðu orð Guðs, Biblían, til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinu vonda degi og haldi velli þegar þér hafið sigrað allt og tilvinnin endar. Andatrú og miðilsfundir falla því undir falsfréttir, enda eru það ekki dánir ástvinir okkar sem þar koma fram, heldur Satan og hans illu andar. Og svo það enn önnur falsfrétt sem oft boðuð á meðal trúaðra í kristnusöfnuðum. Það fullyrt að Kristur muni koma aftur leynilega og taka burt af jörðu fáeina útvalda og koma svo enn aftur og sækja aðra sem hafa iðrast synda sinna í millitíðinni. Samkvæmt yfirlýsingu Biblíunnar þetta líka falsfrétt. Og það nefnilega mjög oft kennt að Kristur kemur leynilega og tekur þessa fáu með sér og engin veit fyrir en eftir á að þeir eru farnir. Það stendur í Óperubókinni 1. kafla og 7. versi. Sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Svo hann sýnilegur. Allir munu sjá. Jafnvel þeir sem stungu hann, sem þýðir að sérstök upprjósa verður fyrir þá sem krossfestan, sem dæmt hann til dauða. Og svo munu þeir þetta degi aftur, strax á eftir. En það segir að allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Svo það mikill hávaði, harmakvein, en ekki þögn, eða neitt gert í kyrrþey. Og að menn skuli finna upp á því að kenna falsboðskap í þessu efni, þegar Biblían svo skýr, að það mikill hávaði og mikið sjónarspil sem við sjáum þegar Kristur kemur. En það jafnvel enn furðulegra að allar þessar milljónir sem telja sig til kristinna trúar í mörgum löndum, í mörgum trúarsamfélögum, skuli láta leiða sig, fyrirgefið þó ég segi það, þetta gamalt máltæki, á asna eyrunum. Því þetta allt svo skýrt í Biblíunni, en vesalíð fólki veit ekki að því það búið að sannfæra það að Biblían kenni eitthvað allt annað og að það dugi sem að kennimennirnir kenna þeim. Í 1. Þessalóníkubréfi í 4. kafla segir í 13. versi, og það Páll postuli sem skrifar, ekki viljum við bræður láta yður vera kunnugt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef við trúum því að Jesús dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ástand honum fram þá sem sofnaðir eru. Sjáu þið ítrekað eru dánir sagðir sofa. Þeir eru hinni sofnuðu. En það kemur að því þegar Kristur kemur, þá mun að reisa þá upp úr gröfum sínum og þeir mun lifa að eilífu, þeir sem settu traust sitt á hann. Frá 15. versi segir, því að ef við
því að það segjum við yður, og það orð drottins, og það á að vitna í orð Guðs, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu, því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils röst og með básunu Guðs, og þeim sem dánir í trú og Krist munum fyrst upprísa. Hugsaðu ykkur, aftur tekið hérna fram mikill hávaði. Það kall Guðs sem heyrist alla jörðina, og það hérna, það blásið í lúðra, og þetta ekkert leynispil þarna á seiði. En orðalagi þarna í 15. versi, að við munum ekki vera fyrri en hinni sofnuðu, kemur til að því að á dögum Páls postula þá héldu trúaðir að Kristur myndi koma á meðan þeir væri lifandi, koma aftur. Og nú eru sumir teknir að deyja. Hver af öðrum dó fólk á meðal hinna trúuðu, og þá höfðu hinir sem eftirlifðu voru trúaðir áhyggjur af því hvað verður þá þegar Kristur kemur. Auðvitað förum við með honum, töldu þeim, en hvað þá sem eru dánir, sem sofa í gröfum sínum. Og Páll þarna að lýsa því yfir, við förum öll samtímis inn í himinin með frelsara okkar. Og svo það 14. kaflinn, það hjá Jóhannesi. Hann byrjar með þessum orðum, það Jesús sjálfur sem talar. Hjartað skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur, það eru híbýli, hús og heimili. Væri ekki svo, hef ég þá sagt þér, ég færi burt að búa eða stað, þetta það sem hann að vinna að núna, undirbúa fyrir koma okkar. Og áfram segir hann í 3. versi, þegar ég farið burt og hefi búið eða stað, kem ég aftur og teku þið til mín til þess að þér séuð einnig það sem ég Þetta alveg stórkostlegt loforð, hann mun koma. En sú kenning að Kristur komi aftur leynilega líka falsfrétt. Það auðvelt að benda á aðra falsfréttir sem boðar eru í hinum ýmsu trúarsamfélögum, en láta þetta nægja að sinni. Ég hugsa mér seinna að koma með minnstakosti aðra hugleiðingu og kannski 2, því það nóg að taka af allskyns falsfréttum í nafni Biblíunnar, þegar þær eru í raun og veru fals og falskar. En það bíður annars tíma. En höfum þetta í huga í Jóhannes í 5. kafla að Kristus sagði enn fremur, og orð hans býr ekki í yður. Hann að tala við leiðtona, guðfræðingana á meðal gyðinga. Já, orð hans býr ekki í yður, þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakið ritningarnar, og það voru Gamla testamenti, Nýja testamenti var ekki til þegar Kristus talaði þessi orð. Þér rannsakið ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig. Ef þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið, ef þér tryðuð Móse, myndu þér líka trúa mér, því mig hefur hann ritað. Fyrst þér trúið ekki því sem hann skrifaði, hvernig getið þér þá trúa orðum mínum? Og tilvitnun endar. Ef að fara í Markús 7. kafla, hann einnig að tala þessa leiðtoga eða við þá. Sannspár var Jesaja yður hræsnara, þar sem ritað þessi líður, heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þér hafni boðum Guðs en haldi erfikenning manna. En sagði hann við þá, lista vel gjörið þér að engu boð Guðs, svo að þér geti rækt erfikenning. Þetta erfikenning að halda til dæmis að við getum gert allsins kraftaverki í nafni Drottins þegar að við göngum gjörsamlega gegn öllum boðskap hans eða kenningum varða lífið og dauðan og eilíft líf. Að lokum, vinir,
Í Opinberunarbókinni í 14. kafla segir í 12. versi: Hér reynir á þolgæði hinna heilugu. Þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Þetta eru síðustu orðin í dag. Að minna alla trúaða á að það sjálfur Kristus sem segir að það mun reyna á okkur og trú okkar. En við skulum varðveita boð Guðs. Það eru boðorðin og trúna á Jesú. Það er allur boðskapur Jesú Krists. Hvað viljið þið hafa, vinir? Hvort sem þið eru hér viðstödd í Boðunarkirkjunni í dag að hlýða á þessi orð ritningarinnar, eða aðri vinir okkar sem á hlýða út í þjóðfélaginu í gegnum útvarp boðun. Við skulum hafa það sem rétt er.